kvöld og velkomin í Kompás. Grunnstoðir atvinnulífsins eru til skoðunar í kvöld. Hvernig standa þessar stóðir og hver er framtíð þeirra nú þegar bankakerfi íslenska hefur hrunið og eftirstendur efnahagurinn í sárum? Sjávarútvegurinn er komin í tísku og margir líta hýru auga til orku og álvinnslu. Og ekki síst er horft til ferðaþjónustunar og íslensks iðnaðar. Staða grunnstoðana er vægast sagt slæm. Skuldirnar eru miklar og ljóst er að næstu ár verða mörgum fyrirtækjum erfið en klárt er að grunnstoðirnar halda. Kreppan getur líka verið móðir tækifærana þegar litið er til nýsköpunar í atvinnulífinu en það mun reynast erfitt að ná í fjármagnið. Hugsanlega er ljósið ekki langt undan, jafnvel gífurlegar olíubirgðir í íslenskri landhelgi. Margir horfa öfundaraugum til Norðmanna, en olíuiðnaðurinn hefur gert þá að einni stöndugustu þjóð veraldar. Það eru sterkar vísbendingar að þarna bíði Íslendinga einnig mikil tækifæri og strax nú í janúar stíga íslensk stjórnvöld stórt skref inn í þennan geira. Framtíð Íslands gæti legið undir hafsbotni á Drekasvæðinu ef marka má sérfræðinga norska olíufélagsins Sagex Petroleum. Þeir eru nánast handvissir það að olía sé þarna. Þeir kalla þetta hinn næsta Norðursjó. Þeir segja að þarna sé jafn mikið af olíu í norska hluta Norðursjávar og aðal spurningin sé hversu oft þurfum við að bora til að finna olíuna. Gunnlaugur situr í stjórn Sagex fyrir hönd íslenskra fjárfesta sem ráða yfir 15 félagsins. Sérfræðingar íslenskra stjórnvalda telja einnig að verðmæti leynist á Drekasvæðinu. Og ég meta sem svo að þarna er örugglega olía og eða gas á þessu svæði. Það eru slík merki í hljóðbylgjumælingum og líka til dæmis eftir að hafa séð gögnin sem Hafrannsóknastofnun aflaði í sumar með fjölgeislamælingum af hafsbotninum. Það sjást grópir eftir gasuppstreymi eða gassprengingar upp úr jarðlögunum. Þannig að það er nákvæmlega sömu ummerki eins og sjást á öðrum olíusvæðum neðansjávar, til dæmis í Norðursjó. Þannig að það er öruggt að þarna eru olía eða gas á ferðinni, en í hversu miklu magni það höfum við hjá Orkustofnun ekki þorað að setja neinar tölur. Það hafa hins vegar norsku olíusérfræðingarnir leyft sér að gera. Terje Hagevang, forstjóri Sagex, skýrði frá því mati fyrirtækisins á ráðstefnu í Reykjavík í haust að þarna væru 10 milljarðar tunna af olíu og ígildi annars eins af gasi. Verðmætið, miðað við lágt olíuverð þessar mundir, er 150.000 milljarðar króna. Fjárhæð sem er svo stór að hún jafngildir öllum útgjöldum ríkis og sveitarfélaga á Íslandi í 400 ár. Þetta er þeirra mat hjá Sagex. Þeir eru reyndar kannski það fyrirtæki sem mest hefur skoðað gögn frá þessu svæði, því að þetta fyrirtæki á sér fortíð sem ráðgjafi og á sínum tíma var það ráðgjafi íslenskra stjórnvalda og skoðaði þessi gögn fyrir íslensk stjórnvöld, en þeir hafa síðan aflað sér viðbótargagna sem hafa verið meðal annars gagna sem var aflað í sumar. Og það er afnilegt að heyra ef að þeir eru bjartsýnir. Þarna eru mjög stórir strúktúrar neðanjarðar sem gætu geymt mjög mikið magn af olíu. Menn telja að þarna sé olía vegna sem jarðfræðin er nákvæmlega hinn sama og á svæðum sem voru aðliggjandi þessu svæði í fyrndinni í Noregi, úti fyrir Noregi, áður en landrekið hófst. Þann 15. janúar áforma íslensk stjórnvöld að bjóða út sérleyfi til olíuleitar og vinnslu á Drekasvæðinu. Menn ætla ekki að láta kreppuna fresta útboðinu og horfa til reynslu Færeyinga. Við höfum allavega dæmi frá nágrannum okkar nýleg útboð við olíuverð sem er í kringum $60 á tunnan og samt sem áður þá hafa fyrirtækin sýnt áhuga og það má segja að hlutir eins og olíuleit þetta er kannski það sem að síðast stoppar, því að menn vita það að það verður skortur á olíu og þessi kreppa er ekki til langframa. Aðstæður hins vegar á undanförnu hafa svona aðeins kannski rétt dempað áhugann vegna þess að það þarf að fjármagna alla olíuleit og fjármagnsmarkaðir eru mjög erfiðir
þessa mánuðina og jafnframt hefur olíuverðið lækkað dálítið síðan í júlí. En engu að síður áhuginn ennþá mjög mikill. Þannig að ég get alveg fullyrt það. Sveitarfélög á norðausturhorni landsins, Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur hafa sameiginlega hafið undirbúninga því að gera Bakkaflóa að þjónustu miðstöð vegna olíuleitarinnar og þangaður fulltrúar SAGEX væntanlegir að skoða aðstæður. Það eru augljóslega þau sveitarfélög sem eru næst svæðinu. Drekasvæðið töluvert langt frá landi, þetta eru 350 kilometrar að ég held. Og það svona í ytri mörkunum á dragi þyrlana sem verið að nota við svona olíuleit og vinnslu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að vera nálægt og þannig að það þarf ekki að horfa lengi á kort til þess að átta sig á því hvar það er. Næstu 2 til 3 árin yrðu einkum rannsóknarskip á Drekasvæðinu en síðan gætu tilraunaboranir hafist sem kalla á þjónustu úr landi. En vissulega þurfa að sækja þjónustu bæði varðandi þyrluflug, varðandi siglingar, varðandi geymslu á birgðum og ýmislegt slíkt sem yrði einhver staðar á Norðausturlandi. En það fyrst þegar að kemur að vinnsluborunum, þegar menn eru konum við fullvissu það að þarna sé eitthvað að hafa og það sé nægilega mikið til að það borgi sig að vinna það. Að það þá sem að þyrfti að setja upp fasta starfsstöð í einhverju höfn á þessu svæði fyrir norðan að austan. Já, vona því að ef olían finnst að hún gæti byrjað að finnast eftir 3 til 5 ár ef vel gengur. Sérðu fyrir þér að jafnvel bara fljótlega að fara að byggjast upp einhver aðstæða til dæmis á norðausturhorni landsins? Það ágæt aðstæða, það eru góðar hafnir í sumum sveitarfélögum þar og þannig búum við að því að hafa þurft að búa vel að sjávarútveginum. Að öðru leyti og það er aðstæða sem dugir okkur vel næstu 2-3 árin. En síðan fer hún kannski að byggjast upp að þeim tíma liðnum hægt og rólega. Þannig að það verður, alveg örugglega mikil uppbygging ef við horfum svona til 5 til 15 ára. Menn sjá líkur á því að Íslendingar verði olíuþjóð rétt eins og norðmenn. Þetta hefur tekið áratugi hjá Norðmönnum að byggja upp sína starfsemi en vissulega eru þarna góðir möguleikar. Þetta ekki kannski jafn stórt svæði eins og Norðmenn hafa undir því þeir eru ekki bara með Norðursjónum, þeir geta farið upp með Austurströndinni og í Barentshafið en vissulega góður biti og full ástæða til að vera bjartsýnn. Það þó aldrei einfalt að sækja olíuna. Þetta langt út á hafi, þetta langt frá öllum infrastruktúr í olíugeiranum. Þetta á töluverðu dýpi, getur verið dálítið vont veður. En þó ekki jafnslæmt og sums staðar annars staðar. En ekkert sem að þarf að fást við þarna neitt nýtt. Allt hefur verið fengist við einhvers staðar annars staðar í olíuvinnslu áður. En það þýðir hins vegar að kostnaðurinn meiri. Þannig að þegar maður að reikna út hve mikið þetta þýðir fyrir Íslands þjóðarbú, þá þarf maður að taka það með í reikningin að kostnaðurinn nokkur.